Já, ég ákvað að velja þýsku því að ég hef áhuga á tungumálum og ég hef oft komið til Þýskalands og líkar það vel og síðan stefni ég á að fara að læra í Berlín í framhaldi. Í þýskunni við Háskóla Íslands er boðið upp á nám á BA-stigi og meistarastigi og doktorstigi og í BA-náminu þá er hægt að taka þýsku sem aukagrein sem er einsársnám, það er hægt að taka þýsku sem aðalgrein og þá er það 2-3 ár og síðan erum við einnig með hagnýtt diplómanám sem er 3 meistaranám á BA-stiginu. Við viljum líka vekja athygli á því að við höfum verið með þýska nemendur hjá okkur frá þýskum háskólum sem taka hluta af námi sínu hér og þeir hafa verið með taltíma og líka einstaklingsbundna þjónustu og ráðgjöf við nemendur og hafa nýst okkur afar vel. Ich bin Benjamin. Mein Name ist Elinor. Ich bin Stefan. Und wir sind die Deutschpraktikanten. Þýsku stúdentarnir, praktikantarnir hafa verið mjög hjálplegir. Gaman að hafa fólk sem talar þýska á móðurmáli með sér í þessu. Wort wird ein Suffix. Genau, das haben wir vorhin gemacht. Und zwar haben wir Suffixe aufgeschrieben. Við þarna leggjum mikla áherslu á fjölbreyttar kennsluaðferðir og við erum svo lánsum að hafa getað farið 13 sinnum til Tübingen og verið með talnámskeið þar og það er námskeið sem er í boði fyrir alla nema sem er á öðru misseri. Þar er dvalið í 2 vikur og við leggjum þar áherslu á tal, þjálfun, ferðalög sem við flokkum undir landeskunde sem er það að kynnast land og þjóð í Þýskalandi. Það er búið hjá stúdentum sem leigja saman íbúðir eða búið hjá gestafjölskyldu. Við erum með 3 leiðir í meistarnámi, við erum með MA fyrir þá sem ætla að verða þýskukennarar, við erum með MA í þýsku og síðan erum við með meistaranám sem við köllum hagnýtt þýska í ferðaþjónustu og miðlun. Þetta er námsleið sem er ætluð þeim sem hyggjast vera að vinna við ferðaþjónustu og miðlun fyrir þýskumælandi ferðamenn. En þýskumælandi ferðamennum hefur fjölgað mjög á undanförnum árum og það er gaman að geta þess að flestar gistinætur á sumurinn eru greiddar af þýskumælandi ferðamennum. Við viljum benda á það að námi þýsku er mjög hagnýtt, ekki bara vegna ferðaþjónustunnar, heldur líka vegna þýðinga og alþjóðlegs samstarfs. Tengslu við þýðingarnar minnum við til dæmis á bókamessunni í Frankfurt þar sem íslenska bókmenntir voru í öndvegi. Síðast en ekki síst eru viðskipti við Þýskaland og þýskumælandi þjóðir Íslendingum afar mikilvæg. Christian, wo möchtest du denn gerne mal in Deutschland hin? Ja, nach Köln. Nach Köln? Ja. Und auch hier nach Heidelberg. Nú nemar í þýsku geta tekið 1 eða 2 misseri við þýska eða austurríska háskóla því við erum í miklu samstarfi gegnum Erasmus-áætlunina sem býður upp á styrk fyrir okkar nemendur og það eru mjög margir sem hafa nýtt sér það tækifæri eða nýta sér það tækifæri.